Já, það sem liggur fyrir núna er verkefni 6 sem er skil lokdags á fimmtudaginn. Það er þriðja og seinasta parturinn af þessu verkefni að setja upp þetta útlit. Það sem við settum við fyrst með Flexbox, síðan með Grid og núna erum við að refactora þetta með þessum tólum og ég ætla aðeins að byrja fyrirlesturinn í dag á því að fara yfir þessu tól. Síðan, eftir bara hvernig okkur gengur og hvar við stöndum eftir það, þá hugsanlega byrjaði ég að fara þessi yfir JavaScript af því að þetta er seinasta vikar okkur í CSS og svo eyðum við restina af námskeiðinu í JavaScript. Þannig að núna fyrir þau ykkar sem eru á fyrsta ári og eru í tölvunarfræði 1, þá erum við núna að fara að skoða eins munin á milli Java og JavaScript. Þó þú byrja á sömu 4 stöfunum, þá er þetta gífurlega ólík forritunarmál. Þannig að það er svona margt sammerkt með þeim. Syntaxin er mjög svipaður, en virknin og svona uppbyggingin á forritunarmálinu sem slík er mjög ólík. Við sjáum hvort við byrjum eitthvað á því í dag. En það er ef fólk vantar hóp í verkefnið, þá er þetta að fara inn á þessa rás á Slack og finna sér hópfélaga eða auglýsa eftir öðrum hópfélögum. Ég hef búin að uppfæra líka verkefni hérna, þannig að það er komið þetta sem ég talaði hérna fyrir 2 vikum með að það sé í GitHub virkni, allir meðlimir hafi verið virkir og það hafi verið búin til pull requestur til þess að vinna verkefnið og ef þið eru að vinna þetta verkefni sem einstaklingar eða bara sem einstaklingsverkefni þá talið allavega mig fyrst svo ég geti allavega að vita af ykkur og ég geti þá skölum niður aðeins yfirferðina og líka þá að þið séuð hvernig þið þá uppfylla þessa kröfu. Þá er það bara þessi tól og það sem við erum með hérna í þessu námsefni sem við erum með hérna, þá erum við með í raun browsersync sem er eitt tólið sem við erum búin að tala um og við erum með SAS og við erum með Stylent. Og öll þessi tól eru sótt í gegnum NPM. En NPM er stendur fyrir, eða sem ég segja standa ekki fyrir, Node Package Manager sem er pakkastjóri fyrir Node. Þannig að Node.js er útfærsla af JavaScript forritunarmálinu sem keyrir sem bara forrit. Þannig að við getum notað þetta til þess að keyra JavaScript forrit og við munum aðeins sjá hvernig við getum gert það. Og Node getur keyrt JavaScript forrit, túlkurinn í vafranum okkar getur keyrt JavaScript forrit og JavaScript getur keyrt á mjög mörgum stöðum í dag. Þegar JavaScript er eða bara útbreiddasta forritunarmál í heimi. Það eru öll tæki með að minnstakosti einn JavaScript túlk, hvort sem það er sími eða tölva eða eitthvað. Það er alltaf vafri á tækjunum, eiginlega alltaf, og allir vafrar geta keyrt JavaScript. En þegar við erum að nota þetta, þá erum við að nota Node til þess að geta keyrt JavaScript forrit, en við erum líka að nota þetta til þess að tappa inn í þennan risastóra heim af forritum sem eru til staðar á NPM. Og þessi forrit eru bæði forrit þar sem ég ætla að búa til vefforrit sem er með einhvern vefþjón sem tengist við gagnagrunn og tengist við vefþjónustur og gerir og græjar eitthvað. En það er líka bara tól eins og browsersync sem er svona eins og live server nema vel skilgreint tól sem við getum deilt með öllum í verkefninu sem við erum að vinna með. Og SAS sem er leið til þess að skrifa CSS með SAS-syntaxnum sem er superset af CSS og er þannig að fólk var að nota CSS og sagði bara hey, CSS er svolítið boring, það er engar breytur, það er engar leið til þess að mixa saman hlutum og eitthvað svona. Þetta var fyrir nokkrum árum. Þannig að fólk bjó til í raun þetta superset sem því í raun allt CSS er gilt SAS en ekki allt SAS er gilt CSS. Þannig að ég hugsa ykkur hérna set, þá er SAS settið utanum CSS settið. En núna með í raun þessari framþróun sem við höfum verið að sjá í CSS, þá verður SAS vonandi bara óþarfi eftir svona 3, 4, 5, 6 ár, ég veit ekki hversu langt það er. Af því að mikið af þessari virkni sem að SAS er búið að gera er í raun búin að sjá að er alvöru þörf fyrir og fólk sem er að staðla CSS er búið að taka inn í og staðla inn í CSS. Þannig að við erum komið með CSS breytur sem að uppfylla miklu leyti þær breytur sem við höfum í SAS nema það er eitt atriði sem ég kem inn á eftir
Síðan erum við með nesting sem þá leið til þess að draga úr því að þurfa að skrifa mikið eins og það hefur kannski lent í núna. Við erum með eitthvað card, svo ætlum ég að segja cardið er með eitthvað flexbox eitthvað. Svo erum við með eitthvað card content eitthvað og svo er ég að skrifa oft þetta card og þá get ég verið með þetta út allt. Þá get ég dregið þetta allt saman inn í eitt hérna, en ekki sagt hérna, display flex, svo get ég gert svona og þá get ég byrjað að skrifa hérna fyrir þetta. Þannig að ef það hefur fundist verið að skrifa rosalega oft sama hlutin, þá er þetta ein leið til þess að minnka það. Og þetta er eitthvað sem er að koma í CSS, en er búið að vera lengi á leiðinni. Þegar við skoðum hérna CSS nesting, þá er þetta komið hérna í module sem er í vinnslu og þetta er nú reyndar örugglega ekki nýjasta. Hérna er líklegast nýjasta, já, ok. Sjá hvort að Google skilur eitthvað betra. Já, hérna er alltaf sem að kom núna í sumar. Það sem að er í raun svona stór partur af því hvernig við eiginlega gera þetta í CSS. Af því að það er ekkert að gera þetta eins og þetta er í SAS. Þannig að þá var hérna verið að koma með tillögur að því hvernig þetta ætti í raun að líta út til þetta er orðið staðlaður partur af CSS. Út af því að við getum ekki, ég man ekki alveg nákvæmlega ástæðuna, það er eitthvað hérna, einhvers það tekið, já, akkur getur þetta ekki verið út af því að þetta er, við lendum í ambiguous parsing. Og það þýðir það að, eins og þið munið læra þegar þið eru að haldið áfram í eitthvað námi, hafið lært nú þegar að þegar við erum með forritunarmál, þá þurfum við einhvern veginn að tekið forritunarmálið og búið til svona tóka úr því. Við segir hérna, heyrðu, já, ok, þú ert að segja hérna class selector tóki og einhver annar tóki, byrja reglu tóki, heiti á property og þá er þetta allt svona, það búið til svona tré úr öllu þessu hérna sem er kallað abstract syntax tré eða AST og síðan er það í raun, það er unnið á því til þess að útfæra það sem þið eru búin að biðja og til þess að geta búið til þess að tóka þá þarf að parsa hlutin og ef að parsarinn lendir í því að geta ekki gett greinarmun á A eða B þá virkar forritunarmál ekki. Það verður alltaf að vera í raun hérna, man ekki orðið hérna það verður alltaf að vera fullkomlega eins hvernig það er parsað hvert einasta skipti. Þannig út af því þá er í raun að koma hérna eitthvað svona, þá er þetta hérna held ég það sem að verður ofan á og við setjum svona ampersand merki fyrir framann til þess að segja að þetta sé nestað undir hinu. Þetta er á leiðinni og við það þá er í raun svona, já, fleiri og fleiri ástæður til þess að hætta að nota SAS. En það eru samt ennþá nokkur annar sem eru hérna breyturnar, það er nestingið sem er ekki komið í staðlana og svo er það leiðin til þess að geta skipt upp skrám sem við skoðum aðeins eftir. En allavega, þegar við viljum fara að nota þessi tól, þá þurfum við einhvern veginn að geta keyrt þau upp og við viljum geta keyrt þau upp á innhverfan máta. Þannig að við getum bara keyrt einhverja skipun sem bara virka fyrir okkur og svo virka fyrir hitt fólki sem er að vinna með okkur. Og þá þurfum við í raun einhverja leið til þess að skilgreina þetta. Og þá erum við með hérna, förum bara hérna og gerum eitthvað dæmi. Þá erum við bara hérna í tómri direktoríu. En áður en ég gerir það, þá get ég í raun keyrt hérna node og ég get gert node bandstrygg, stækkum þetta ennþá meira, vaff. Og það segir bara hvaða útgáfa node er ég með. Ok, ég er með útgáfu 16,17,1. Þá sjáum við hérna að það er þessi útgáfa hér og hún er recommended for most users. LTS stendur fyrir long term support. Þessi útgáfa node er í raun það stabíl að hún verður studd núna í að minnstakosti að ég held 2 ári viðbót og þá munir nú næsta slétt tölu útgáfa taka við sem long term supporta útgáfan. Þannig að það er það mörg stór fyrirtæki og aðilar sem er að nota Node að þetta er alveg solid batteri á bakvið þetta. Það er alveg fólk sem er að passa upp á að ef það kemur upp öryggisvilla eða performancevilla eða eitthvað, þá er gefið út útgáfa sem að leiðrétta það og þetta er alveg í góðum höndum. Og þá er það þannig að útgáfan hérna milli sem er þá 8-tölu útgáfan er útgáfa þar sem allt er óstöðugt, þar sem er verið að breyta hlutum, verið að refaktora, verið að bæta við einhverju. Þar getur fólk sem er að vinna eða vill sjá hvað er að koma í framtíðinni
eða vill gefa feedback á eitthvað, getur náðið þá útgáfu og nota hana til þess að gera það. En það er útgáfa sem þú myndir aldrei nota í production. Það er að segja, þú myndir aldrei keyra einhverja vél eða einhvern verðþjón á þannig útgáfu. Þannig að þetta er bara gott bett að taka þessar LTS-útgáfur og ef við erum búin að sækja hana, þá ætti ég að geta keyrt Node hérna og við getum keyrt það bara með því að fara hérna og sækja þetta hér, hvort sem ég er á Windows eða Mac. Hún byrjaði að downloadast hérna, þannig að hún downloadaðist bara hérna í eitthvað hjá mér. Og við keyrum það bara og þá kemur þetta inn. En það eru tvær leiðir sem við getum notað. Þið getum notað Homebrew eða Choco á Mac eða Windows til þess að nota í raun annan package manager til þess að sækja package manager. Eða þið getum náð í NVFM sem er Node Version Manager sem leyfir okkur að skipta milli útgáfa á Node. Þannig að ef þið til dæmis eru farið að vinna í þessum verkefnum og þið vinnið í einhver verkefni sem er útgáfa 16 og svo komið takið við einhver verkefni hjá frenda eða eitthvað sem er eitthvað vandræðast, heyrið að þið verið í vefforritun og þið sjá að það er hérna í Node 12. Þá þurfum við að geta skipta milli því að útgáfarnar þarna, það er ekki alveg sama hvað er í boði í hverju útgáfu. Þannig þá getum við notað hérna NVFM og ég geti gert use 12 og þá hoppar hún yfir og skiptir í aðra útgáfu af Node. Þannig nú er ég núna allir komið með Node 12. Þannig þarna get ég skipt á milli útgáfna og ef þið hafið til dæmis unnið í Python og lent í því að hafa verið unnið í Python þegar stóra breytingin úr Python 2 yfir Python 3 var og þú varst með Python 2 á vélinni en þurftir að gera eitthvað í Python 3 og það var algjört vesen og þá er þetta svona mjög elegant leið til þess að geta skipt svona milli. Ok, þannig að þegar við erum komið þetta þá ættum við að geta keyrt þetta og við ættum líka að geta keyrt npm-waf og þá ættum við að sjá í raun hvaða útgáfu af npm við erum með. Og þá er það hérna, útgáfa 6.13 en við skulum hoppa aftur yfir í útgáfu 16, Node, hoppa í hérna og þá er það npm er útgáfu 8.15. En ok, þannig núna er ég með Node og npm á vélinni minni. Þannig ég ætla núna að opna bara Visual Studio Code í þessari möppu og ég ætla að reyna að byrja að setja upp einhver tól. Og þetta er svipað og þú veist í félagsstyrnum en ég bara eða í námsefninu, þannig að ég ætla bara að gera þetta hérna og þið stoppið mig að þegar lendi í ykkur. En þú veist þetta ætti að vera allt sem við þurfum að gera fyrir verkefni 6. Þannig við gerum npm init og það keyrir skrá sem að mun halda utan öll þessi tól sem við ætlum að setja upp. Hún segir okkur hérna, ok, þetta býr til package.json skrá og bara eitthvað common items og reynir að guess sensible default. Þannig ég get ítt bara yes, description, bara eitthvað dæmi, skiptir ekki máli, ok, þá fæ ég þessa skrá og þá er hún komin hér. Og þessi skrá er sem sagt skilgreinir hvað þetta verkefni sem er inni í þessari möppu, hvernig það hagar sér, hvað það notar og hvernig það er notað. Og nú get ég byrjað að sækja ykkur tól, þannig ég geti sagt npm install og ég geti sagt browser sync. Þá sækir það hérna, nei, þetta er vitlaus útgáfa, þannig þá sjáum við hérna það er mikill munur að segja browser sync í einu orði eða með bandstriki. Ef ég setja með bandstriki þá fæ ég raun útgáfuna því sem ég mig langa að sækja. Þá er það hérna, þá hendum við þessu út. En það sem að gerðist núna var að það var til mappa og önnur skrá. Mappan inniheldur í raun kóðan fyrir browser sync og allt það sem browser sync þarf til þess að keyra. Og eins og við sjáum hérna, þá þarf browser sync anskoti margt til þess að keyra. Það eru öll þessi hérna önnur projekt sem að browser sync þarf eða projekt sem browser sync þarf sem þurfa þetta. Þannig að þetta verður langt tré, eða hátt tré. Það sem að browser sync er með sitt eigið package.json sem við getum skoðað hérna. Það inniheldur dependencies hérna sem eru mörg. Og svo fyrir hvert einasta þessum hérna dependency, þá getur það innihalda eitthvað annað dependency. Þannig að dependency sem innihalda dependency með dependency með dependency. Það sem að npm gerir er að sækja allt þetta tré, sækja alla þessa pakka, henda þeim inn í node modules og þjappa þeim niður á eitt level eins mikið og hægt er.
af því við getum lent í því að við sem að nota þennan hérna pakka í útgáfu 6 en eitthvað annars sem við erum að nota hann í útgáfu 10 og þessar útgáfur eru ekki compatible þannig að það þarf einhvern veginn að sækja báðar útgáfunar. En nánar en það þegar þið farið að vinna meira með þetta. Síðan package lock sem að er líka langt og mikil skrá, löng og mikil skrá sem að bara inniheldur í raun allt þetta tré flatt út og segir bara nákvæmlega hvaða útgáfur voru sóttar á þessum tímapunkti. Þannig að það er að segja hérna eitthvað, Jargs pakkin var sóttur í 17.6.0, hann var sóttur á nákvæmlega þennan hérna stað og hann er með þessa hérna check summu sem þýðir í raun að ef við keyrum athugum á þennan hérna TGZ eða hérna gunzip tar gunzip skrá sem er í raun bara þjappaði pakki af skrám að ef við keyrum hann í gegnum eitthvað tól sem skilur okkur SHA-512 checksummunni þá ætti hún að vera nákvæmlega þessi hér sem þýðir það að ef einhver vondi kall væri búinn að taka þetta yfir og setja einhvern malicious kóða hérna þá myndum við ekki installa hana því að við værum ekki í raun að fá sömu útgáfu hér. Þannig að þetta er bæði öryggi og þetta er bara að passa upp á það að ef ég seti þetta upp svona og þið setjið upp þetta hérna þá fáið þið nákvæmlega sama umhverfi og ég. Þannig að ef þið hafið lent í því að þið eru búin að setja upp eitthvað tól og dúlla ykkur, loksins virkar þetta, svo kemur ykkur félagi og segir hei, þetta virkar ekki hjá mér, ég gerði þetta nákvæmlega eins og þú og þá var bara eitthvað, já, fæ bara villu. Þá, já, nei, þú glemdir að setja upp útgáfu 6 af þessu, þú setur upp útgáfu 5. Þá komur svona dependency vesen. Það þýðir ekki að við sleppum við það hérna. Það er alveg mikla líkur að ef við pössum okkur og installum alltaf þannig að það fari inn í package station hjá okkur að þá séum við þannig að það sé þetta replikera þetta á milli tölva og þá á milli tölva hjá þeim sem er að vinna saman hópverkefni. Þannig að við erum komin hérna með browser sync og þá get ég byrjað að nota það og það er það þannig að ég get búið hérna til index.html og ég get sagt eitthvað halló, nú ætlum ég ekki að nota hérna live serverinn, heldur ætlum ég að nota bara browser sync og þá get ég skilgreint hérna einhverja skriftu, einhverja skipun sem keyrir browser sync upp á einhvern ákveðin máta fyrir mig. Ég ætlum bara að taka hana hérna úr dæminu hér. Sjá, hérna. Skiptið því út hérna. Þá segir það bara, keyrðu browser sync tólið og það er síðan með einhverja skipanir. Það er eitthvað start, eitthvað server og eitthvað files. Og þetta er bara forrit sem einhverjir forritarar eru búin að búa til og eru bara með það API sem er skilgreint af þeim. Þannig að þá þurfum við að fara hérna og komast að því hvernig notum við þetta. Og þá getum við séð hérna, þetta er bara eitthvað svona quick start, svo getum við farið í documentation og þá er alveg farið yfir allar skiparinnar sem við getum gefið þessu. Það er alveg einhver slatti hérna af einhverjum alls konar skipunum. Og þetta er það sem við þurfum bara í þessu tilfelli. Þannig að nú get ég keyrt hérna og sjá, segjum bara index.html, þurfum ekki þetta líka og þá get ég keyrt npm run browser sync. Þá keyrir það þetta, sjá, lókum þessu bara og þessum og þessum. Þá keyrir það, stekna þannig við sjáum aðeins hvað við erum að gera. Og nú get ég farið hér og ég get sagt halló heimur, reloading browser, eitthvað ekki að standa sig hérna. Gæti verið út af því ég er ekki með rétt HTML. Sjá, tökum og hoppum bara inn í þetta hérna dæmi. Sjá, loka þessu og þessu. Nú er ég bara inn í dæminu sem er í námsefninu, sem þetta er sett upp. Þá get ég bara opnað terminal hér. Og það sem ég þarf að gera er að byrja því að sækja þetta. Því ef ég keyri núna bara npm run browser sync, þá
fæ ég villu sem segir bara mest lítið, það bara kemur ekki neitt. Þannig að ég þarf að gera fyrst npm install með 2 rellum og þá kíkir npm á package.json, sér að þetta hérna þarf að sækja og sækir það og býr þá til node module sem öppnar hérna. Package lock var ekki til, þegar package lock var líka búið til og núna ef ég keyri processing þá fæ ég þetta svona og skiptum við lit og þá hoppar þetta. Þannig að þá fer þetta að haga sér alveg svo live server extensionið, nema nú þarf ég ekki að vera með neitt installa eitthvað live server í VS Code. Þannig að þá erum við komið með tólið þarna sem við getum bara sagt, hei, þetta virkar svona, þú keyrir npm install, svo keyrir við þetta og þá bara keyrir þetta. Þannig að allir í verkefninu sem að vinna saman geta verið á sömu blaðsíðu. Ok. Make it make sense. Og svo bara hægt að installa endalaust af tólum. Og það svona þessi spilaborg sem að nútíma vefforritinu byggði upp á bara endalausa forritum sem við byggjum hún á. Af því að þetta mjög fljótt að verða mjög stórt og þetta ekki það sem ég ætla að gera. Þannig ef við skoðum hérna Node Modules möppuna, þá hún 102 megabyte bara til þess að fá þetta. Svo getum við skoða eftir hvað hefur komið þegar við erum með stærra dæmi. En þetta pattern, finna eitthvað tól, setja upp eitthvað tól, búa til eitthvað skriftir sem það getur keyrt, í raun mjög góð leið til þess að vinna saman í hóp og vera ekki með eitthvað svona galdra, eitthvað svona ég kann eitthvað get cool skipanir sem hjálpa mér get mikið, að við bara normalisum það inn í bara einhverja vinnuferla sem við vinnum bara öll saman með og erum þannig bara öll glöð. Þá ætlum ég að taka bara aðeins stærra dæmi með aðeins stærri, þetta vitlaust, aðeins fleiri tólum. Það í raun með SAS og Stylind. Þannig við opnum þetta dæmi. Já. Og ég veit ekki hvort það búið að spyrja þessu. Fyrir verkefni 6, Já. Á við að nota sýnlaust af verkefni 5 eða erum við að nota bara okkar verkefni 5? Má nota sýnlaust fyrir verkefni 5 í verkefni 6, já. Hún komin út. Fann það ekki á Sjá, hún ætti nú bara að vera komin hérna. En það akkurat í verkefni 6 þetta að setja þetta upp og skilja og vera með allt sem þarf þarna. Frýs það bara alveg? Já, ég get ekki skrifa á þess. Já, ég skil. Ég skal sýna þér. Að komast út úr að hætta í browsing. Þannig að hérna erum við með þetta, við erum með SAS og við erum með browsing. Og við erum með eitthvað SAS Watch hérna og eitthvað SAS og eitthvað svona, eitthvað alls konar. Ok, kynum npm install. Það gerir, sækir fullt af dóti. Og þá líka komið hérna eitthvað annað sem við kallum dev. Og þetta dev oft notað sem svona bara eitthvað, ok, þetta svona development. Þetta eitthvað svona, bara, þú veist, ég að fara að forrita eitthvað. Þá eitthvað task eða eitthvað skrift sem heitir dev sem keyrir upp þetta development environment. En ef ég keyri núna npm run dev, það sem gerist þá að það annað tól sem sett upp hérna sem heitir concurrently sem leyfir okkur að keyra mörg tól í einu og það keyrir SAS og browsing og það segir hérna npm SAS watch, þannig að það þessi hérna og það keyrir browsing sem þessi hérna. Og það
er það þannig að það keyrir bara svona upp og svo fáum við upp þennan fallega rauða lit og ef við færum þetta þá sjáum við í raun upplýsingarnar frá hvoru forritinu sig er í raun með svona prefix sem er bara heitið á því forriti. En núna erum við komin hérna í það að við erum bara að keyra þetta. Þannig að þá get ég ekki neitt hérna. Konsólið er bara fast. Terminalið er bara að vinna í þessu. Af því að við erum í raun að keyra forrit sem að þarf að keyra einhvers staðar. Þannig að forritið er bara að keyra þarna. Alveg eins og Visual Studio Code er að keyra í þessum hérna glugga. Þannig að það keyrir svo lengi sem að við leyfum því að keyra. Og hérna er í raun leið til þess að hætta er að gera Ctrl+C sem sendir interrupt interrupt signal í forritið og forritið segir, heyrðu, ég á að hætta og það hættir. En þá á samanskapi, þá hættir vefþjónninn að keyra. Þannig að við þurfum í raun að vera með þetta í gangi saman. Og þá er kostur að nota eitthvað eins og concurrently af því að þá þurfum við ekki að vera með einn glugga fyrir SAS, einn glugga fyrir browsing, einn glugga fyrir eitthvað annað. Við getum keyrt þetta allt bara í einum prósess. En ef ég vil þá í raun hafa terminal á meðan, þá get ég í raun farið hérna og ég get ítt á þennan gaur sem að býr þá bara til nýtt terminal og það terminal er alveg, hérna get ég gert það sem ég vil og það er bara opið. Og þetta er mjög svona algeng leið til þess að vera að vinna þegar maður er að vinna með svona tól er að hafa eitt terminal sem er að keyra vefþjónin eða vefþjónana eða API server eða eitthvað annan til þess að vera að fikta, setja eitthvað upp og gera eitthvað og síðan að vera með í raun þar sem að maður er að skrifa eitthvað niður á sama tíma. Þannig að þá er þetta komið hér og ef við lókum þessu og við skoðum í raun hvað er hérna að þá erum við með eitthvað styles.css, við erum með eitthvað styles.css.map, styles.scss og svo erum við einhverja möppi hérna sem heitir config. Og þessi config hérna er í raun með litin sem við erum að sjá. Þannig að ef ég breyti núna litnum, að þá gerist eitthvað þarna. Að ég breyti litnum hér og liturinn uppfærist hér. Og það gerist út af því að þessi hérna mappa, þessi skrá bara uppfærist. Spurning? Já, nú verðum við með fullt af SSS fyrir ýmis layout. Þetta er SSS og alls konar. Hefur þú verið með í config import á allar þær? Já, hvar hefur að setja importinn á alla gaurana? Það er í raun svolítið bara hvernig ykkur finnst mest mega sens, en ég samt mæli með að segja eins og svo að ég væri hérna með header, SCSS, og ég er með button, SCSS, og ég er með layout og ég er með alls konar, við getum bara búið þetta til, af því að þarna förum við í raun að finna fyrir því að við getum hægt að vera með 2000 lína langar CSS-skrár sem eru með alls konar og eru óskipulaðar og eru með einhverju hérna og einhverju neðst og einhverju í miðjunni og við getum farið að co-locata eða setja saman hluti sem eiga að vera saman. Og þarna er bara svolítið að finna taktinn en ég skal samt gefa ykkur það sem ég myndi segja að væri best spurning. Skýringum af hverju þetta betur en að fara bara go live? Hver er munurinn? Að því að núna, betur en að fara í go live, er í raun að þessi hérna þjónn, ef ég fer hérna, hann kann til dæmis ekki á SAS. Hann veit ekki hvað SAS er. Þannig að ef ég vil geta gert þetta þannig að ég geti unnið í SAS og látið updata allt automatískt, að þá þarf ég að tengja þessi tól saman. Og þess vegna viljum við gera þetta svona. Ég er með þetta processing keyrandi hérna. Þannig að ef ég slekk á þessu og ég reloada hér, þá fæ ég bara, þá kemur ekkert. Þannig að ég verð alltaf að hafa þetta keyrandi á meðan ég er að vinna. En aftur að hérna skipulagspælingunni, það sem að ég myndi mæla með að gera, er í raun að hafa einhverja möppu með öllum hérna niðurbrotinu. Við ætlum að vera með einhver takka hérna, hann á að vera með font weight 700 og við erum með header og það er header og hann á að vera min height 10 rem eða eitthvað. Svo erum við eitthvað config og config er það þannig að það inniheldur í raun alla sameiginlegar breytur sem við viljum nota. Til dæmis litin okkar, leturstærðir og svo framvegis. Þannig að ef ég ætla að vísa í eitthvað, þá vísa ég í config og config vísar ekki neitt annað.
spurning? Er þetta config sem þú ert að tala það sama og það sem er í verkefni okkar config CSS þar? CSS, við sjá. Nei, sorry, já, þú segir þarna SCS, þú þetta bara mappan heitir það. Já, hún gæti heiti Styles eða SCSS eða SAS eða hvað sem er. En þú veist, það er bara ákveða eitthvað. En lykillinn hérna er í raun... Myndina í config root. Hvað segirðu? Myndu setja root í config. Nei, ég myndi nefnilega forðast það, eða jú, kannski, það fer svolítið eftir því, það er allt í lagi, þú getur líka búið til eitthvað sem heitir base, sem er, þú veist, eitthvað svona base, en þú veist, þetta er þetta, þú veist, við erum bara að búa okkur til reglur, við erum bara að búa okkur til hvað okkur finnst þægilegt. Og kannski þið eru ekki á þeim stað að þið veit ekki eins og hvað er þægilegt eða óþægilegt, þannig að þá er bara gott að byrja á einhverju, og þú veist, þá getur við verið hérna með base.scss, og ef við tökum bara 5 hérna og við tökum bara hérna til þess að aðeins að hugsa hvernig við getum skipt þessu upp að við getum sagt hérna, ok, þetta er eitthvað svona base stuff eitthvað svona hérna, viljum við hafa þetta svona ok, það meikar alveg sense en þá kemur við síðan hérna eins og spurði, viljum við setja root hérna líka já, við gætum gert það en svo kemur spurning, sko, ætlum við að færa þessa breytur líka yfir í SAS? Við þurfum þess eiginlega ekki, út af því að þær eru bara það, stuðningurinn er það góður, við þurfum ekki í raun og tvítaka breyturnar. Nema að við myndum á einhvern tímapunkti óvart fara að vísa í einhverja breytu sem er bara til sem CSS variable en ekki til sem SAS breyta, að þá lendum við í einhverju vandræðum. Þannig að þá er alveg góð rök fyrir því að hafa þetta í sem sagt config líka, svona, ok, þannig að ef við höfum þetta hér svona og svo erum við með eitthvað, þú veist, font til dæmis, hvar viljum við hafa það? Viljum við hafa það hér eða viljum við búið til nýja skrá sem heitir font? Hvort heldur sem virkar alveg, þetta er bara, það sem að er langt best við þetta er í raun það að geta dregið saman hluti sem eru allir á einum stað og eru svolítið út allt og ég er mikið að skrolla upp og niður og reyna að orientera mig hvað er hvað. Ég er erfitt með að vinna í einum hlut í einu af því ég þarf alltaf að vera að hoppa fram og tilbaka. Að ég geti einhvern veginn skipt þessu niður í skrár sem innihalda bara það sem á við þann hlut. Setjum við svo ekki import á í styles.css? Jú. Jú. Og ef við viljum í raun, sjá, þannig að við erum þetta hérna og við erum þess að hér og nú erum bara að importa configinu, en nú vil ég líka importa base, ég vil líka importa header, ég vil líka importa button, ég vist að þetta, nú fáum við einhverja villu hérna, jú, ég gerir bil, þannig að ég fæ villuna hérna, þannig að þá er það þannig að það gerðist ekkert hér, jú, ég fæ villuna hér líka, þá sé ég hérna, já, ég þarf að laga þetta og þá fjarlægist villan og við sjáum hlutin verða aftur eins og hann var. Og þá sjáum við síðan í þessari hérna möppu, þessari skrá, að við erum komið með alla þessa 3 hluti sem eru búin að skilgreina í 3 mismunandi skrám, alla saman í eina skrá. Og svo fer ég í button hérna, ég farið í þetta og sagt hérna eitthvað button class button. Svona, þá fáum við einhver takka og nú er hann komið með eitthvað font weight þarna og ég segi já, það er ekki nóg fínt, ég ætla líka að hafa hann án border. Ok, ég ætla að hafa hann með background color transparent. Ok, og þú veist, svona get ég bara verið að vinna þá takkan í innrúmi. Segjum svo að þessi takki sé síðan bara tilbúinn, þá get ég bara nota þennan takka allstaðar svo lengi sem ég uppfylli þær reglur sem takkin þarf að hafa og þá er það í raun að hann hafi class button. Af hverju setur við import-skipan fyrir allar SCSS-skráðnar í styles CSS frekar en bara hafa import á config og hafa importina hinum í config?
Já, ég myndi frekar gera þetta svona af því að þú veist, hérna erum við í raun að segja, þú veist, þetta er inngangurinn inn í allt hérna sassið, eða þú veist, þetta er skjalið sem að tengir allt saman. Og þá höfum við það aðskilið frá config, af því að þú veist, þá er config í raun bara að skaffa config. Þetta er í raun að þetta, þessi og þessi hérna er í raun, þú veist, þetta er það sama, þú veist, bara í mismunandi formi. Allavega mér finnst það að hugsa það þannig að ef ég set of mikið í config, ég bæði með config og ég er kannski með smá CSS og ég er að importa öðru dóti, svo brotnar eitthvað, þá verður það erfiðar að debugga í staðan fyrir að við höfum þetta meira aðskilið. Meikar það sens? Já, ertu þú ekki að importa neina í config? Nei, þá myndi ég helst hafa bara, þannig að þessar hérna skrár eru í raun bara eins svona niður njörfaðar eins og við getum. Það er að reyna að gera einn hlut og einn hlut vel, sem er þá bara að vera með stíla fyrir sitt. Ef þú væri þá að búa til annan pakka sem þú græðir út, þú þarf að gera pakka 2 Þá komum við inn í hvernig við séum skipulagningu þarna. Þá getum við notað eitthvað svo BEM, þar sem ég get í raun sagt að ég er með button og svo getum við verið með button large eða eitthvað. Og þá get ég farið að nota nesting möguleikana í SAS sem að leiði mér að skrifa ampersand, eitthvað svona, large og þá á hann að vera font size 2 rem. Ok, það gerist ekki neitt, við erum ekki minna til að sjá það, en ef við skoðum þá hvað verður úr þessu, fyrir aftur hérna og sjáum hvernig þetta kompilast, þá fáum við annan takka hér. Þá erum við að segja að þetta das þýðir að þetta er modifier og þá get ég farið í index.html og ég get verið með þennan takka og þá þarf ég þá verður auka regla að hann verður að vera svona ef hann ætlar að vera stór. Þannig að hann verður að vera takki til þess að byrja með en hann verður líka að vera stór takki til þess að fá alla skilgreiningarnar. Og svo getum við sagt að ég vildi líka vera með eitthvað hérna inni sem ætti að vera eitthvað emoji eða eitthvað og ég vildi geta haft það einhvern veginn meira frá, kannski margin eða eitthvað aukalega. Og ef ég geri eitthvað hérna, svona, ég visti þetta, þá fæ ég takkan svona, en núna ef ég vildi auka bilið hérna á milli, þá þarf ég eitthvað, einhverja leið til þess að komast í það. Þannig þá get ég sagt span svona, þá get ég náði þetta, þá get ég targetað þetta. En þegar við erum að nota BEM, þá erum við að segja að við viljum samt alltaf vera að nota klassa. Og þá get ég sagt hérna, button emoji. Og þá er komið álega hierarkíu til þess að segja mér alltaf hvað ég er að fara að gera. Og það er svona einfaldara einhverju leyti þetta, hvað á ég að kalla þetta. Þannig að ég veit bara, ok, þetta er eitthvað emoji, þetta er eitthvað content, þetta er eitthvað title, þetta er eitthvað button, þetta er eitthvað, ég kalla það bara það. Og út af því að ég er með, þetta hérna button sem svona efra namespaceið, ef við kallum það, þá er þetta í raun undir því. Þannig að þá get ég farið hérna, og þá get ég samanskapi gert svona, og sagt margin left 1 rem. Display inline block. Ok, og svona expected selector, nú er eitthvað villa, ok. Base styles, hvað er ég að gera villust? Nú sé ég ekki hvað er að gera villust. Ég ætla að finna út í hvað er að gera villust og meðan við tökum smá pásu. Byrjum aftur 5 mínútur í.